Velkomin heim, elsku drengurinn minn. Takk, elsku vinur. Hvernig var án mín á Íslandi? Það var bara... Bara feitt. Geðveikt, sko. Nei, það var bara glata viður og stemming, sko. Já, það var einhver rosaleg lægð hérna á meðan hér úti. Já, var ekki eitthvað svo leysið þig líka? Nei. Ekki? Það kom svona smá rigning. Aha. Já, eða við reyndum ógeðslega mikil rigning. Aha. Já. Bara svona, við löpum út af veitingastæðnum og út í bíl og við vorum all rennandi. Svona Aha. hittabeltisregning. Það er líka svona dæmi sem kemur ekkert á Íslandi, er eitthvað svona tornadoes og ógeðslega mikið Það er ekki eins og eldingum til íslenskt orðið yfir þetta. Þetta gerist það sjaldan á Íslandi. Já, Það heitir bara tornadoes. hvirfilbyljur. Ekki? Jú. Já, ok. Já, bara, já. Það er góða punktur. Frekar magnað. Já, frekar Það er ekki magnað. búin að þýða þetta. Já. Já, en það var mjög næst hjá okkur. Já. Já. Og hvað, segðu mig hvað þú gerir. Þetta var, við vorum í Flórida. Já. Í Orlando. Þú varst með merch heim, kost með merch heim. Ég kom með smá merch heim. Nei, hérna, ég kom með eitthvað. Og ég byrjaði kannski á því, ég kom færandi í mikið afir. Aha. Já. Ó, ég var eitthvað að tala um kroksana hérna. Já, nú, ok, nei, já, ég fekk þetta í hérna ammælisgjöf, held ég, frá strákunum. Já, ok. En mér fannst þetta degja vel við það sem ég er að fara að tala um Disney-garinn og eitthvað. Já. En ég ætla að byrja á því að gefa þér gjafir. Ok. Má sjá. Varst ekkert lamin að núta eitthvað? Nei, það þorði enginn í mig, sko. Ekki? Nei. Sko, já, þetta er í rauninni ekki fyrir þig. Ok. Þetta er fyrir lengst upp í cash. Ó, geggjað, hvað ég til ég. Ég er með hérna Tommy Ból á samfellu. Ó, shit, hvað þetta er sætt. Oh my god. Þetta er ekki fyrir þig, sant? Þetta er fyrir Nei, ég ætla samt að máta þetta. Ég verð að máta þetta áður. Ég verðum át þetta. Hvað þetta er geggjað. Loka augunum. Opnaðu. Þetta grínast. Þessi er í bullinu. Þessi er geðveikur, wow. Þessi er bara svo Joe Frazier 2015, sko. Án gríns. Ekki til að pæla í verðinu á þessum maður. Ég glemdi alveg að taka það. Ekki til að pæla í. Ekki. Jesus Christ. Já, ekki til að pæla í þessu. Þetta grínast, glemdur svo óvart. Já, bara óvart. Oh. En svo er ég líka, að því ég veit hvað getur verið afbrýðisamur út í bönniðin, Já. að þá keypti ég eina gjöf handa þér. Má ég sjá. Við ætlum líka að taka fram og Átni náttúrulega hann er lengst upp í cash er Lukas frá sonu minn. Já, sem ég kalla alltaf lengst upp í cash. Lengst upp í cash, og hann er lengst uppi og hann er á fullt af cash. Já. Já, fyrir ykkur sem er að hlusta þá var ég sérst að gefa honum samfellu og jakka. Tommy Hilfiger. Já. Við erum ekki að tala um... Þetta er ekki H&M. Þetta er ekki H&M dót, sko. Hérna, nei, ég þekki þig. Ég veit þú elskar ofurhetjur. Já. Og ef þú ert náttúrulega verið jafn gamlir Já. og gaurar sem er jafn gamlir við ólst upp með Spider-Man. Já. Og þú elskar svona action figures. Já. Ertu í alvörunni bara að gera? Ég er í alvörunni með gjöf. Ég er með action figure. Ok. Beint úr Spider-Man 2 nýjumyndinni. Ok. Ég veit hvort þú hugsa, já, Jessica Drew, kallið minn. Nei, Jessica Drew. Og með griffluna. Já, þetta er Jessica Drew úr Spider-Man 2. Jessica Drew, Spider-Man 2. Já. Og ég veit þú glemdir óvart að taka verð með hann. Ég veit þú trúir þess ekki, en hún var afslætti. Ha? Já, á einhvern ótrúlega það var Jessica Drew úr Spider-Man 2. Er þetta ekki eitthvað limited edition? Alveg pottjétt, ég held að það verði ekki verið að gera mörg eintök af þessu. Það er smá þess að það var leiðið smá vatni en djúfi, þetta er geðvikt. Jessica Drew, þetta er einn uppáhalds. Þetta er top 5 eða top 15 aðal sögupersonan í Spider-Man 2. Gæri, hún er einhverja 2 mínútur í myndinu. Þetta er samt geðvikt. Þetta verður að fara hérna. Já, Jessica Drew. Þetta hérna er líka geggjað. Veslaður mikið úti? Nei, ég veslaði ekki mikið úti. Ekki? Nei. Eða þú veist, við veslaðum svolítið á strákana bara. Já. Ég keypti mér reyndar þennan jakka. Já, geggjaður. Já, svona skýrtu jakka. Var það meðvitað að vesla ekki mikið eða var það bara eitthvað svona? Ég bæði nefndi því ekki og líka bara, þú veist, mig vantar ekkert sko. Við erum þetta keyptum sturlu kúrikastífil á strákana. Já, ég sá það. Já. Handmade eitthvað. Já, og hérna
og ég var svona pælið að kaupa mér en þessu voru svo dýrt fullorðinsstærðnar ég bara, Já. ég tímdi því Var 39 alveg vel dýrt eða? ekki þetta var samt í alvörunni, þú veist, það kostaði bara 50 skall eða Já, eitthvað ég stífileg trúi alveg vel Er þetta ekki alltaf eitthvað leður og Leður. eitthvað krokodíll og eitthvað, ég tímdi því ekki Nei, líka hversu oft myndur þú nota einmitt, þetta væri fyndið skýrur einu svona ári eða Já, eitthvað en já, við vorum þarna í svona húsi sem var partur af resorti Þetta er svo mikið svona Íslendingahús þetta var algjört Bara svona, Íslendingahús ef þú hefur séð Íslending með hús í Flórida já, Það er þetta bara þannig þetta var þannig, já, með svona neti og Já. eitthvað, nema þetta var partur af þú veist, stærra, þetta var svona partur af einhver svona gated community, Já. þar sem að voru sundlaugarður og eitthvað Gaur, þetta var svo næs Ja. þetta var svo næs og það var líka sko það sem var skemmtilegt er að þú veist, það voru bara kanar þarna. Þú veist, það var fullt Aha. bara, já, þetta var allt fólk í fríi bara fólk, Já. þetta var bara kanar frá Arizona, Já. Atlanta og eitthvað svona þú veist, ég heyrði ekki í einum þjóðverja eða Nei. breyta eða Íslending eða neitt þannig, þetta var bara kanar Já. það var ógustlega grillað en mjög Var, næs. var einhver frá Atlanta Spurður þú eitthvað Eurogarit eða? Nei, ég reyndi að klikka á Aha. hann. Já. Hann var ekki hana Nei, hann var ekki þarna, nei, ekki nema hann sé búin að elda svolítið og sé kona Já, sem sagt Eurogarit er gaur sem gerir lag með fyrir hetjun og hverjunu Heitin og hverjunarplötunni sem átti alveg feitt lag með Lil Baby Þetta var ókýrslega fyndið Já, ég sem sagt var að vinna að hetjun og hverjunu og var með eitt lag sem að mér fannst vanta eitthvað á Var og ekki Nýrís Nýrís og ég sé bara þennan gaur, hann fæði hann bara á For You page mitt Já. eða eitthvað, Worldstar Hip og pósturunum með eitthvað bara Euro Got It og hann með lag með bara featuring Lil Baby og Gunna sem voru bara eitthvað at their peak á þessum tíma til 2018 og ég bara eitthvað fuck it, ég prófa að senda á hann og segi bara, ég er hérna rappar á Íslandi og þetta og ég er með þetta lag, viltu hoppa og hann svaraði mér bara, já, bara let's go sendi mér bara vers bara daginn eftir Já. rukkaði mig ekki krónu fyrir það og ég bara eitthvað, oh my, og þessi gæi var svona, þú veist hann var svona, Up and Coming hann var up and coming og það lúkkaði eins og hann væri bara við það að blow up skilur en svo reyndar, ég held að þetta hefur bara akkurat verið at his peak líka sko. Já, sko Eurogarit Já, en þetta var svona hann var á eitthvað sama leibúli og Gunna og Lil Baby og þess vegna var Eurogarit og Lil Baby með lagi Posse með 19 miljón views sko á Worldstar Hip Hop á Worldstar Hip Hop, já, það er enda alveg slatti á Það er YouTube, huge, það er gott lag sko já, það er gott Og lag líka bara ef þú skrifar Eurogarit þá er bara Gunna, Feat Future líka já, Feat Rich Homie Future Quan og- líka Feat Future og Bangladesh sem er þinn uppáhalds, Já, það er nefnir geggjaður sko Bangladesh hefur alltaf verið geggjaður sko hann er ekki stíð eitt fyrir Já, hann er núna Lil Garit já, hann breytti, hann minkaði þess Já, hann skrapp saman bara sem fólk gerir sko já, Hann hefur Komið staðið aftur. lengi ég hérna Hann minkaði aðeins að ekki svo hérna en já, við vorum bara með stóran, þetta var svo gaman að þú veist, við vorum bara eitthvað með stóran bíl og þú veist, keirandum og eitthvað en málið með þú veist, traffíkina hana ég er smá órugur, þú veist, þannig að ég var með, þú veist, ég var með soundið á, skilur, hérna GPS-inu Já, eitthvað, eftir 3 beigur þá það taka Já, eitthvað já. svona og ég var eitthvað stressaður þetta og tók vitlausa beigju já Þá byrja panikið og já, og ég var eitthvað svona, ok, þú bættust við, skilur 5 minútur við leiðina, af því það er bara ein vitlaus beygja, það er ekkert eitthvað að taka uppbeygju bara eftir 70 Nei, metra, skilur, nei. þú ert bara það er bara auka, jafnvel 10 mínútur við ferðina Já, og ég tek vitlausa beygju og ég er eitthvað að reyna að finna út úr þessu og við erum að keyra fram hjá Universal garðinum já, og inn í þeim garði er sem sagt eitthvað svona Super Mario Nintendo heimur Já. þú veist, sem að við sjáum frá bílnum já, við erum að keyra, þú veist svona, förum upp einhvern svona slaufu og þá svona sjáum við þetta og Björgvin minn eldri gaur, hann segir eitthvað hérna bara, og við erum búin að vera að horfa á nei, já, og hann er eitthvað búin að uppgöta Minecraft horfa á Minecraft myndina og eitthvað hann bara Minecraft heimur og ég eitthvað, já, nei, þetta er reyndar Super Mario heimur nei, þetta er Minecraft heimur nei, þetta er Super Mario heimur nei, ég sá það, þetta er Minecraft heimur það er svona kassar já, nei, þetta er sem sagt þetta er sem sagt þetta er miklað þetta er ég veit að þetta lítur henni út en Já. Super Mario var einu svona kössóttur þegar í Kanada, þegar hann var töluleikur þá var hann kössóttur líka nei, þetta er Minecraft heimur, ég sá það Þólinn með þinn já nei, þetta er ekki Minecraft heimur þetta er Super Mario heimur
og þá segir hann og ég var svona orðinn smá pirraður Já. og hann sagði ég hef hitt Super Mario og þá fattaði ég, já ég er að rífast við Já. 6 ára barn sem heldur að hann Hitt hafi Super hitt Mario. Super Mario Hann er ekki kossundur. þegar að hann sá gæja í uppljósnum búning á tenni Já. hann sagði, ég hef hitt Super Mario Já. og ég sagði já, einmitt, kannski er þetta Super Mario einmitt, ég fattaði þetta, hvað er ég að gera Já. af hverju er Kannski ég að er taka þetta hann slag Minecraft. já, Já, saman með Hauk sko, hann var skítrættu við hann að risa Stitch og risa Já. góruluna á Er það? tenni. Já. Við erum að taka vídeo, við tókum náðum vídeo að gæða nú klæða sig í góruluna. Það var bara, við þurftum bara að lappa annar hring sko, bara nei, við erum ekki bara, ekki góruluna sko. Nei, það er bara. já, og svo svo fór ég og keypti mér vindil Já, og ég reykti hann á svona vindlastofu með Sara var að vesla og strákarnir við vorum með ömmuna Söru líka þannig að þeir voru með henni og ég tek mynd og sendi Krismundi eða eitthvað já, og svo kvöldið þá segir Björgun, má ég taka mynd á símaðin? Ég segi já, hann tekur síma minn og fyrir að tekur einhverja myndir og svo kemur hann til mín og segir, hvað er þetta? Og bara með vindla myndina en sem betur fyrir var þetta bara, þú veist, það sást bara í puttana og vindilinn hann sagði, ertu að reykja? Og ég sagði, já, þetta er mynd sem að Krismundur sendi mér ég kasta honum strax út í rútuna Krismundi sendi mér. Hann er með dóttur sinni einhverstar úti og hann er að reykja á fullu. hann er eitthvað, ha? Ég eitthvað, já, og hvað er hann að gera? Já, hann er bara að reykja síns mér Já, Jesus Christ. Það er svo gott. Ég er svo mikið laufur Já. út á nikotínu á heimilinu mínu Já, nei, þetta er Krismundur. Þetta er Krismundur Hann sendi mér þetta. Ég vil, hann sendi mér þessa mynd af hverju er hann að þessu? Ég veit það ekki, hann er bara eitthvað rugglaður hann er ekki góð stað núna. hann er bara eitthvað rugglaður já, hann er ekki út plötuna og hvað er eitthvað skrýtnum stað en já, við erum í boði Ó, yeah. Happy Hydrid, Dominios. Dominos og Hagkaup Hagkaup. ég var á ásatíð Haga helgina Já, djöfussi stemming sem Það það var ekki? maður. Jú, ógeðslega gaman var það ekki hjút? jú, það var í Lögutsöll Það? já, guður, það var ótrúlega gaman bara takk kærlega fyrir mig, ógeðslega gaman Já, takk kærlega fyrir mig. ég var að hugsa allan tímanum en ég var að spila ætti ég að segja sérstætt sjáta Hagkaup fyrir Já, partur af félagsmyndstöðinni. já, en svo gugnaði ég á því að það var svo Já. mikið af fólki sem var ekki að vinna fyrir Hagkaup þarna. já, þú ert líka svo óraugur og skrítin. já, og var illa lyktandi Já. en svo tókum við hvað gerum við meira, já við fórum í Gatorland Já. algjörstemming, fórum í Disney World sem var mjög gaman Sko, langar að segja hvað Disney World kostaði. Og ég veit ekkert hvað það kostaði, en Mhm. ég hef heyrt að kostaði ógstlega mikið. Og ég átta mikið á hvort það sé, þú veist, ok, 200.000 eða 70.000 eða, það kostaði fyrir þetta er bara, hei, við erum bara öll vinir hérna Já. félagsmyndstöðinni þetta kostaði 250 skall já, fyrir okkur 4 nema hvaða ón á það bætist að því að þú getur keypt svona fram fyrir röðdæmi já, og til þess að geta keypt fram fyrir röðdæmið þá þarftu eiginlega að vera að gista á Disney hóteli til já, þess að fá skilur forgangspassa að því já. þannig að ég bókaði Disney hótel í einu nótt Það til að fá sem það. að við fórum ekki einu sinni á ég fann Já. bara ódýrsta Disney hóteli þannig að það kostaði 30-50 skall nóttin Mhm. þannig að þetta voru 300 skall og svo bættist ón á það þú veist, passandi til að vera framfyrir og ég gat ekki keft framfyrir allt ég gat bara keft eitthvað svo valið 3 tæki En og veitu, hvað klukkan kostaði það 250 skall eða þú áttir eftir að borga? bara venjulegi miðar Vá. já, þetta er ógeðslega dýrt En myndur þú segja að þetta væri worth it? Er þetta svona once in a lifetime worth it? þetta er, ok, sko þetta er once in a lifetime dæmi, Já, finnst mér þú veist, Já. við erum að fara aftur til Florida já, af því þetta var svo geðveitt skilur, Já. við bókuðum bara aðra ferð við varum hægt að booking, eitthvað svona cancellation free eitthvað, þannig að það þurfti ekki að leggja neitt út þannig að við bókuðum aðra ferð og þú veist, við erum ekki að fara í Disney þá við erum ekki að fara í neina garða held ég þá af því að það sem Nei. kom mér á óvart er að það er svo auðveldlega hægt að vera þarna án þess að fara í garðana Já. það er svo mikið í boði já, þú veist eins og Gatorland sem við fórum í það kostaði 20 skall fyrir okkur Já. öll og það var bara geðvikt, það var bara Já. allt morandi í krókódílum og kannski gefa þeim að borða og það var eitthvað sjó og algjörstemming var þetta er ekkert eins og Monkeyland
World á Já, sem bara með naggrísum. Naggrísum og einhverjum 2 uppum á það. Við fórum í það og við fórum líka í við fórum í Orlando Science Museum sem var geðveikt. Aha, Það kostaði 20 skall fyrir okkur 5. er það eitthvað svona fyrir krakkana að science að sig? Það er bara endalaust, þú veist, Orlando gerir þetta svo vel að þú veist, það er bara allt activity er gert bara geðveikt fyrir börn. Þannig að þú veist, þetta er eitthvað vísindasafn, Já, en þetta er bara eins og vísindavilla safn, já. fattur þú veist, það er bara, þú veist, þau geta prófa allt, það er og það er allt útskýrt svo skemmtilega, þú veist, það er eitthvað svona eins og var í húsdrekarnum, svona rammagn eitthvað svo snertir og Já. bla, eitthvað þannig dæmi og svo voru þú veist, bara heil hæð til einhverju risaðlum, að það hefur fundið svo mikið að Aha. steingervingum í Flórida, þannig að það var bara, þú veist, life size eftirlíking af T-Rex beinagrind og það var hægt að fara í, þú veist, á svona sandkassi og penslar það svo áttur að finna skilur bein, Aha. risast og leikvöllur. Hljómar ekkert eðlilega vel. Nei, þetta er svo gaman fyrir þá. Ég er ekki að tala fyrir mig. Ég er ekki tjó. Ég er að meina bara fyrir mig. Ég væri til Já, að... þú náttúrulega, það var megalóttum tönn Já, þú getur síðan þannig bara heima mér. en og svo var þú veist minigolf sem að er bara, þú veist, gjössanlega bara amrýst fyrir allan peningin, bara Já. styrum Já. og þú veist, það sem eru bara eitthvað lifandi krókudílar og eitthvað dæmi, skilur Já. í bara á brautin, eða fyrir utan Já. brautina og við fórum einmitt í það, þetta er svona eitthvað svona aðal minigolf verna, er á, þú veist, aðalgötunni sem heitir International Drive, við fórum þangað ætluðum að spila og spiluðum 9 hólur við vorum búin að spila 7 hólur þegar við svona, það var ógeðslega heitt ef ekki bara kalla þetta gott, taka bara 9 hólur Já. jú flott, tókum 2 viðbót og ég fór að skila þið og þarna er fucking ameríska þjónustulundin það var bara, bara hvað er þið búin? Bara já, við ákvæðum að taka bara 9 hólur hvað okkur? Það var svo heitt, já, býta þess bara dugta hluti, prentuð út bara miða, frímiða Já. bara þegar að veðrið hendar ykkur betur þá getið þið komið aftur og tekið fríleik 18 hólur, Aha. hvar sem er á öllum okkur locations og þetta gildir bara, þetta rennur Já. ekki út Þetta er eitthvað svona sem er ekki á Íslandi. ekki á Íslandi, þetta er bara ekki neinstar þetta er Nei. bara fucking southern hospitality sko. Já. Djöfull var það næst, þannig að ég setti það bara í veski og við ætlum bara að setja þetta, við ætlum að fara í þetta næstu þess Já, já, geðveikt. já. Já, ég man alveg eftir þess að ég var að vinna á Café Paris hérna back in the day. Og þá voru Kanadir alltaf langmest næs. já, Og bara talkative, Já. skilur það, svo auðvelt að tala við þá. gaur, ég elska að Þeir hafa svo spjalla við ógeðslega mikið áhuga á manni. ég elska að spjalla við kanna, ég var bara, þú veist, Já. Sara mátti ekki líta að mér þarna, þá var ég Nei. byrjað bara að tala við einhverja sjötu I am Mr. Peanut Butter. Check me out on YouTube Check me out, I am Mr. Peanut Butter. I am Mr. Peanut Butter Peanut Butter, á you YouTube. come to see me. Nei, gaur, ég var bara, þú veist, ég var bara að spjalla við alla þarna, sko, Já, þetta er svo gaman já, mann er þið verðið Já, að koma Já, ég er til í Þið verðið að jólin. Nei, desember. já, þessuna, við erum að fara í desember Já, ég er til. ok, ræða það betur eftir þáttinn Já. ég er líka búin að, ég tjekkaði hvað allt kostaði og er búin að skrifa það niður Já, já, til í já. Já, ég sko, Kanin er með eitthvað svona dæmi sem að ég veit ekki hvort þið sé að feika en þú veist, það er eins og þeir hafi bara ógeðslega mikið áhuga á manni. Ég á svo erfitt með að feika svona. já, Þú veist, ef einhverju að segja eitthvað Já, og já. ég er svona bara, já. einmitt Þú veist, ég veit hvert þessi sagar að fara, Já. skilur. já, En þeir Þetta eru má- bara, oh, really? já, Tell me more. já, ég elska þetta, sko Já, og svo náttúrulega eru, þú veist, bara búðirnar þarna eru geðveikar já. svona einhverja risastóra maturubúðir og Walmart og eitthvað skilur sem Já. að ég held að væri ekkert gaman en það var geðvikt Er þetta ekki bara allt eins og Costco nema stærra? Eða þú jú, veist, þú ert ekkert að kaupa bara eitthvað einu dósatna. jú, þú getur það Í alvörunni. það er draumurinn Það er rauninu minn. en svo líka bara, þú veist, við vorum á Ford Expedition, svona 7-sæta Já. stór nema hvað, þú veist, að hann fellur svo vel inn í umhverfið af því það eru bara allir á Já. fucking risa stórum bílum hann Já, og svo einn daginn þá vorum við fyrir utan Walmart og ég voru að rusla krökkunum mín í bíl og ég sé svona nokkrum röðum frá einhvern Ford Jeppling sem ég hafði ekki séður ég eitthvað, hvað er það? Og fyrir svona að tjekka það, heyrðu þetta á Ford Explorer Jaha, hann lúkkaði bara svo lítill við hliðan á öllum hinnum bílum Aha. já, hann var bara, þetta var bara eins og Yaris Já, þetta er eitthvað svona dæmi sem að ég var líka til að fá í Íslandi er, þú veist, það er kannski aðeins en svona þessi menning og líka, þú veist svona lowriderar og þú veist þegar þeir eru skoppa já, hefur það verið einhvern tíma á Íslandi? Eða? Þú veist þeir að fá þeir skoppara
Ég hef vel pælt í því. Það var náttúrulega hann hérna, hvað heit hann? Michael Schumacher. Bandaríski rapparinn sem að bjóða á Íslandi. Oh my god, ég trú ekki að ég sé að breinfærta nafnið hans. Býttu bandarski rappar? Já, hérna when I pull up in it, they won't know because my windows tinted, you see the smoke, yeah, the window, win it. Já. Hvað heitir hann aftur? Hann heitir Gaur, þetta er legendary dæmi. Hann í bílakjallarnum. Justin Champagne. Nei, Justin Champagne. Er þetta ekki Justin Champagne? eða? Gaur, ég verð bara að ringja símtal, sko. Það er allum drullu saman með þetta samt öruglega. Nei, en þetta er áhugavert og skemmtilegt. Það ringi Sindra. Þetta er ekki hann. Hæ, Ég man þetta hvað hét aftur bandaríski rapparinn sem bjó á Íslandi? Hvað hét aftur bandaríski sem við vorum alltaf að hlusta á? Bandaríski rapparinn sem bjó á Íslandi? Hann hét Justin Spaceman. Spaceman, takk. Ok, logum bæ. Nei. Spaceman. Spaceman. Hvað Representing Dallas, Texas. Hvað heitir lagið? Það er alveg svolítið mikið sem kemur þegar ég spyrir á Spaceman. Hvað heit lagið? Þetta Full of Fake. Nei. Hann notaði hérna beat frá Lil Jon og Ice Cube. Ég man eftir þessu. Er það ekki? Jú. Hvað hét aftur aðalagið með honum? Hvað sagði? Hvað hét aftur aðalagið með Spaceman? Hann gerði þarna Lil Jon, hann Put Your Hood Up. Já, Put Your Hood Up, takk. Ok. Nei. Put Your Hood Up með Spaceman. Put your Það hood er up. ykkur, þetta er geðveikt, sko. Þetta fór líka alveg væralega, með 16.000 views svona. Mér finnst ótrúlega að ég sé ekki með meira, sko. When platinum en vassendi, sko. Put your hood up. That's right, baby. Spaceman, representing Dallas, Texas. Coming live to you from Reykjavik, Iceland, at the Greenhouse. Yeah, put your hood in his face. Put your hood up. Put your hood up. Ég posti þessu á Instagram. Já, þetta er geðveikt. Er hann ennþá á Íslandi eða? Nei, ég held að hann sé farin. Sko, mér skilst hann að hafa komið hérna eitthvað út af hernum. Aha. Já, við þurfum að fá Danna Deluxe í spjall. Ég held að hann hafa eitthvað þekkt hann. Já, ég til ég að. Sko, Fá Spaceman í settið. Það væri rosalegt. Það væri ég myndi ángríns að vera starstruck. Ég myndi heita Spaceman. Spaceman 101. Ég hlusta ógeðslega mikið á þetta þegar ég var svona 11 ára. Já. Og hérna, hann var að vinna með mömmu félagið minns. Og hann hérna, félagið minn gaf mér disk frá honum í afmælisgjöf. Aha. What? Ég man eftir þessu bara, út af þú sýndi mér þetta, sko. Já, einmitt. Þú veist bara, örgulega fyrir 8 árum síðan eða eitthvað, sko. Þetta er geðveikt, sko. Allavega, af hverju byrjaði að tala um þetta? Já, út af Lóretis, já, nei, ég held að sé ekki Lóretis hérna. Já, long story short þá bara, nei, það er engin Lóretis á Íslandi. Nei, en þetta er svona menning sem er skrítin, en já. Ég fíla það algjört suður ekki dæmi, sko. Já, og ég fíla, þú veist, þegar maður sjá eitthvað svona fólk sem á bara eitthvað risa ranch Já. og er bara með báta og bara, þú veist, getur bara gert eitthvað. Fer bara, átt bara eitthvað gröfu og fer bara og mókar einhver upp og, eða skilur, gerir bara eitthvað rallybraut. Já, einmitt. En þú náttúrulega getur gert það í garðinu við þér. En langar þig að hérna, bara fara út í sveit og bara kaupa eitthvað land og vera það bara þar? Sko, mér finnst einhvern veginn tilhugsun það á Íslandi alltaf öðruvísi en erlendis. Já, bara gett stórt land sem er alltaf rók og rigning og... Já, og bara ég veit ekki, mér finnst bara menningin á Íslandi í Bandaríkjunum er ekkert skrítið að keyra 40 mínútur í vinnuna þeirna. En á Íslandi er það bara, oh my god, Já. bara 10 mínútur, skilju. Ég veit ekki alveg af hverju það er, sko. Nei. Maður er einhvern veginn sjálfur dottin í þetta, Já, skilju. Ég er bara svona, ef ég er erlendis bara, já, come on, 3 tímar í þetta mál, það er ekkert stress, skilju. Já, þú veist. Já. En hérna er ég bara, wow, ég nenni ekki. En hvar myndir ef þú þurftir að velja stað á Íslandi? Já, Það sem ég myndir henda þér í myndi alveg á gera það, en ranch. ég þyrfti þá samt, það þyrfti að vera eftir að strákunni flytja heiman, sko. Já, En það er þá, ég hugsa að það er alltaf bara í kjósinni eða, það er eftir svona 40 ár. já, eitthvað svona 40-45 ár þegar maður er búin að ná að koma inn á eitthvað heimili. Nei, hérna, ég hugsa að það er alltaf kjósin eða í Hvalfirði eða Já. þú veist, eitthvað þannig distance Já, einmitt. einhvers þar fyrir utan, en þú.
Ég myndi alveg gera það, þú veist, en ég er aðlega að pæla bara skóla og vini og þú veist, ég held að Já. geti verið svo svona erfitt að, Já, algjörlega. Jú, er þetta ekki bara Mósfellsdalur eða eitthvað? jú, eitthvað það, þú veist, það er bara, þú veist, Hvalfjörður og það Já. er allt svona tengt saman, sko. Já, auðvitað var þetta draumurinn, sko. En, Þinn eða? já, nei, bara allra. Já, ég var nú, ég ferðaðist nú líka páskana. Já, kottu með það. Ég fór á Akureyri, Já, Akureyri og spilaðir í sjálfum. spilaði á Sjalanum, það var bara næs, Hvernig var? það var bara fín. Getum við farið, ertu með einhverja krassandi sjálfsögur eða? Nei, ekki neitt. En ég Klukkan var hvað fórst á svið? hálf 2 eða eitthvað. Ok, það er samt alveg frekar vel sloppið á sjálfunum. Já, það var ballhljómsveit líka, sko, Mhm. eftir á. Já, en ég var samt ströggla að halda mig vakandi, sko. Já. Já, Elvar var með mér, og Byrni var líka á Akureyri. Já, hann, ok. hann var á bretti bara. Já. Hitti þá aðeins og já, svo var ég bara náttúrulega með Fjölni. Við vorum í Heiðin Hóms, Já. sem að þú mældi með. Já. Og shit, Eindriðin. hvað það var næs. Það ekki? Það var geðveikt. Fór í pottinn og svona. Já, og já, þetta var eiginlega bara miklu meira næs en ég held. Já. Mér fannst þetta eitthvað svo, maður lappaði inn og það var bara svona góð lykt og Ég veit arinn ekki. í sjónvarpinu. Þetta er geðveikt. Já, Þetta er geðveikt. Þetta er geðveikt, sko. Og já, og þau ætluðu að láta okkur fá, þannig við getum látið hlustundur okkar fá kóða. Nei, Jú, sem er félagsmiðstöðin 15, 50% afslur. 100% allur. Félagsmyndstöðin 15. Ég geti þetta að nýta þennan kóða. Ég er að pæla að taka áramótir hana. Já, ok. Ég er ekkert að pæla, ég er að fara að taka áramótir hana. Ert þú að halda eitthvað eftir bara að vera að bóka þig? Bæði. Já. Ég er þetta svolítið steikt að vera kannski tilkynna það núna, en já, ég er að fara að taka græna hattinn á milli jól og nýjars. Geðvikt. Já, okkur. Já, bara félagsmiðstöðin 15 og Please ekki bóka þarna akkurat þegar en þetta var klikkað. Þetta er geðveikt. Þetta er klikkað, Já. sko. Og Þeir sem að vilja tjekka eitthvað á þessu, þetta er heidin.homes á Instagram. já, og heitin.is eða ekki. Aha. Heitin.is, já. Kíkja á það, Mhm. þetta er geðvikt. Félagsmyndstöðin mæli með. Já, og við vorum, en við þurftum náttúrulega típis Ísland, við þurftum að fara heim degi fyrr. Við komum á föstudegi. Ég ætlaði fyrst að vera á 50 til sunnudags. Já. Svo var ég bara, og það er náttúrulega páskadagur sunnudagur. Svo var ég bara, ég er að spila þannig seint á laugardeginum. Ég nenni ekki að Keyra. langar að eitt kósi dag, skilur. Og ég líka, þú veist, ég verð svo stressar þegar ég er að spila. Laugardagurinn er sem ég bara ónýtur. Já. Eða skilur, þú Já. veist, ég er ekkert að njóta mikið. Þannig ég færði fram á mánudag, en við fórum á föstudegi og svo þurfti ég hvort ég er að fara heim á sunnudegi. Og ég var ekki í stuði. Varstu pyrraður eða? Nei, ég var ekki pyrraður. En þetta er samt alveg ferð með tvo. Hefur verið pyrraður gutta. ef að eldri hefði byrjað að tala um, þú veist að þetta væri Super Mario heimur þegar þetta var, Minecraft heimur, ef þetta var Super Mario heimur. Þú veist, ég hefði kannski alveg tekið fyrst einhvern veginn svo nei, þetta er Super Mario heimur. Hann var kössotur áður en þegar hann var í tölvuleik, skilur, en svo hefur náttúrulega fókið feitt í mig, sko, ef hann hefði haldið þessu áfram. Já, ég skil það alveg sko. Já. Það er mjög skiljanlegt. Já, það ekki. Jú. Það hefði bara fókið feitt í mig ef hann, þú veist, ég bara, heyrði, hvað þeir segja þetta oft? Hvað þeir að fokkin segja það? Já. Já, ég var að spá, ég let hérna, ég er að spá að vera með í boði Dominos. Að ég sett í story, eða samfélagsmiðlastjórinn okkar, sett í story hérna og baði einhverja spurningar. Ok. Og þetta er svolítið bara svona, já, svona random spurningar. Jú. Og ég ætla að velja nokkrar. Ok. Hvernig balansaði mikill vinnu og deadlife? Góð spurning. Þetta er góð spurning. Ég persónulega tek tarnir í vinnunni Já, og þú veist eins og þegar ég er að vinna í plötu þá er ég bara rosa mikið í vinnunni og þú veist, ég náttúrulega vinn svo óhefbundna vinnu já, en ég náttúrulega tek tarnir og svo reyni ég að fara til útlanda mikið með Já. krakkana. En þú? og þú vinnur náttúrulega líka mikið á kvöldinu og það gigga og hvað. Já, þú veist, þetta er rosa mikið ef ég er til dæmis ekki að vinna í plötu og ég er ekki að vinna í æskestóti og ég er ekki að gera sjónvarserju eða eitthvað Já, þá, þú veist, þá er ég bara skull og sækja og bara eitthvað að vesenist þar á milli, sko. já. Já, ég náttúrulega verð bara að þakka Ingu fyrir það. Að ég geta, en það er náttúrulega líka
ástíða tengt hjá mér, ég er með esjuverk sem er svona jarðvinni fyrirtæki og það er rosa mikið á, þú veist, er að byrja núna og er, þú veist, til kannski nóvember, desember og þá svona, eða nóvember og þá kannski einhvern veginn svona minkar svona geðvikin, skilur, og eins og núna er ég búin að vera alveg svolítið mikið heima, eða, þú veist, ekki núna heldur, þú veist, í vetur, Já. var í fæðingarólofi og búið að vera svona, þú veist, en svo náttúrulega er ég bara með eins og þetta og ég er að reyna að gera plötu og svona skilur en ég gera það, ég er ekkert eitthvað bara eftir vinnu alla daga og ég reyni kannski að taka, þú veist, laugardag og taka nokkra klukkutíma með Þormóði og þú veist, og svo tökum við núna er, þú veist, mánudagskvöld, skilur, eftir vinnu, ég er búin að svæfa, þannig ég er svona, ég reyni að allavega að vera duglegur heima líka. Svo er hérna eitt deep cut. Hvenær verður yfirleitt Sunnefi Einars inn í svega eðlufólk? Verðum að vita. Gauður, við þurfum að hlusta á hennan þátt. Já, ég sammála. Það er nefnilega margir líka sem hlusta á gömlu þættina og nefna eitthvað við mig og ég kannski man það. Já, erum eitthvað svona inside joke sem við skiljum ekki. Ok, allavega fyrir mitt leiti, ég hlusta ekki á þættin okkar. Nei. Ég hef aldrei hlustað á neina þætti með okkur. Þannig að þú veist, það sem að ég sagði í einhverjum, eitthvað geðið fyndið sem að gerðist í þætti 2 eða eitthvað. Það gerist, þú sagði ekkert fyndið á. Kannski þætti 3. Já. Ég bara hef ekki heyrt það síðan ég sagði það fyrir 5 árum. Já. Algjörlega. Nei, ég hlustaði ekki á, nei, ekki heldur. En ég, þú veist, ég líka... Það er ekki keppni, sko. Nei, ég hlustaði, ég veit ekki svona hvaða podcast við erum að gera, sko. Nei, en ég þurfti að hlusta samt á 9 þangað til síðasta. Já. Út af, þú veist, þá let ég þetta einhvern veginn yfir á Ívar sem er getinn, Ívar, sem er að klippa þetta fyrir okkur. Út af, þú veist, það var orðið svo mikið, þú veist, ég einhvern veginn varð að hlusta á þetta og varð að, þetta var svona meiri, fleiri klukkutímar sem fór í þetta. Og já, hvernig verður yfir eitt Sunnefu? Við þurfum að fá hann einhvern tíma í þátti. Já, eða ekki? Jú. Kannski live? Ef við gerum einhvern tíma live show. Já, heyrðu, það er nú líka spurning hérna. Má ég sjá? Það er allir sem er eitthvað að gera live show. Getið þið farið að plana live show? Er spurning. Ég veist, já, samt, það er ekki kannski komin tíma alveg strax. Nei, við erum ekki svolítið nýjir í leiknum. En það væri líka gaman bara, mér finnst líka bara gaman þegar fólk er að hlusta og sendir á okkur og þú veist, mér finnst ógeðslega gaman að lesa og eða, þú veist, og samfélagsmiðlastjórinn okkar lætur okkur vita alltaf þegar við fáum eitthvað sent, sko. Já, hann sagt chef. Já, sagt chef. Hann er geggjaður, sko. Er í fjarvinnu. Hérna frá Bandaríkjunum. Já. Getið þið tekið viðtal við Þormað einhvern tímann? Já, við getum gert það. Hann alltaf, við ætlum að gera það. Já, við ætlum að gera, já. Við ætlum að gera það. En svo bara einhvern veginn data út. Ég held líka að það getur verið gaman að sko, Þormað alltaf getur líka gert eitthvað svona skemmtilegt, eitthvað svona lag fyrir þáttinn eða eitthvað svona. Eða fyrir þáttinn sem hann kemur í, skilur. Já. Þú veist, ef fólk kannski vill að hann geri whatever, eða eitthvað svona skemmtilegt innslag, skilur. Já. Þannig að Þormaður gæti Þormað, nenni að gera eitthvað lag. Já, gert eitthvað lag og hvernig þáttinn. Já, einmitt. Það náttúrulega er sko talandi plata mín er komin út þegar þessi þáttur kemur. Já, hún kemur á miðvikudag. Já, hún kemur basically annað kvöld. Ok, double checka, ég held svo hættur að sé mikið taka. Já, hún kemur annað kvöld. Og hvernig líður þér? Ég er alveg spenntur. Stressaður, eða? Nei, ég er eiginlega ekki stressaður. Okay. Ég er spenntur og svona, en ég stilli væntingum til hófs, eða í hóf. Ég veit ekki alveg hvernig fólk mun taka í það. Það er, jú. En ég er ekki stressaður fyrir því, skilur. En svo er þetta líka, þú veist, væntingastjórnun er svo mikilvæg. Já. Af því að, ok, ég er að gefa út plötu. Það er eitthvað sem ég er búin að vinna að hérna í, þú veist, 5 mánuði eða eitthvað. Og ég gef hann út en svo, þú veist, svo bara heldur lífið áfram. Það er ekkert kannski stórkostlegt að bara gerast. Nei. Fattur þú hvað ég meina? Já, algjörlega. En þetta er líka eitthvað svona sem að ég er rosa lélegur í, sko. Þess vegna á ég svo erfið með að sleppa plötu og mér finnst alltaf vera allt undir. Þetta er það ekkert. Ég veit það er það ekki hjá öðrum. Fattur þú hvað ég við? Mér finnst alltaf eins og það sem platan sem ég er að gera er bara þurfa að vera perfect. Já, einmitt. Og ég hugsa alltaf, þú veist, bara svona, ok, ég er komið með góðlega núna, en ef ég vinn meiri í henni, þá get ég alltaf gert betra og betur og betur. Já.
Já, ég sko En ég vildi ég hefði meira svona þitt mindset sem er bara svona vað í þetta já, og drullu saman hvernig það hljómar, ruslu já, svo út og gera bara já, eitthvað. bara rusla einhverju kjaftaði út skilur og bara vona það besta. Nei, þetta er, þú veist, ég reynir bara að miða við það að, þú veist, þetta er sér lög sem að því þú náttúrulega ert búin að hlusta á lögin þín sem þú ert búin að gera núna Já. í síðustu 5-6 ár. Þú ert búin að 7 hlusta. ár. Já, þú ert búin að hlusta á þig mikið. Tjúllur er góð maður. Ég ángríns, að því, þú veist, ég er bara eitthvað, ok, mér finnst þetta bara geðvægt lag. Já. Það er ég bara að fara að gefa út. Já, algjörlega. Og ég gef það út bara við fyrsta tækifæri. Já. En mér finnst líka að þú horfir á sko tónlistafélum minn að þá er sko ég gef út plötunum mína og það var ekkert eðlilega langt ferli og erfitt að fá mig til að gefa út og ég var eða fattaru. Já. Svo á ég hana svo ég veist að mér og svo er plötunum með þér sem að þú bara keyrið þér í gegn skilur Já. og svo einhvern veginn bara svona minka þetta Já. hjá mér. Já. Og ég hætti að drekka Já. og eitthvað svona, Já. ég veit ekki. Herri, við erum með meira. Hvað tekur netan í bekk og hvað tekur huginn í deadlift? Ég hef ekki hugmynd. Ég tek eitthvað raskat í bekk, sko. Ég held ég bara PR mitt sé 80 eða eitthvað. Já, það er bara næs. Já, takk fyrir það. Svo er, já, einhver sem vil vita eitthvað um feature á plötunni. Já, hún náttúrulega er komin út Já, það er rétt. þegar þátturinn kemur. Já, en við getum talað um það. Já, það er Birnir, Já, er feature. Pétur, Pappír. já. Pappír er feature, fyrsta lagi hans. Og Það svo, er debut. já, debut. Svo erum við með hérna, Joe Fraser. Já. Og við erum með Helga Sæmund á 3 lögum. Sí. Og svo erum við með Jón Jónsson. Já, geðveitt. Og svo, Joe, ég hef ekki heyrt Joe. ekki, Held ekki. ég skal lefa sína lefa hér þér. Ok. Þetta er featureinn sem er á blöðunni og svo eru hérna, svo er ég eitthvað aðeins að sampla Ava Já, á Magnús aftur, já, og svo sampla ég líka Lilju Alfreðsdóttur þegar hún var ráðherra þá sem sagt Já, ávarpaði fyrir hún samfélkinguna. nei, framsókn Framsóknarflokkin. Já, já. hérna, og hún var að ávarpa þingið og vitnaði í mig Já, ég sá það, í þetta er stóri. þingsalnum, já, Ekki er þetta vitlega svona eins. Já. Svo Kópó skáldi segi. já, Já, ok. þannig að ég sampla það en já, annars eru, Þarfst að fá leifi fyrir því? ég er svona vona ekki Já. ég tekka ekki á neinum sko. Ok. Ok. Svo er eitt sem segir hérna banna fyrir sumafrí, læt ekki plata mig aftur. já, engar ágjur, svo erum ekki á leiðinu sem Nei. Svo er fullt af einhverju. Ég var alveg til að hafa þetta lið bara, mér finnst þetta skemmtilegt sko. Já. Hvað er búin að vera vinni lengi? 2 ár 2 ár, já, Í svona við hættum heildina. að vera vinir við rifumst fyrir einhvern 2 árum. Já, 2 ár í svona heildina. Ég dreifti yfir svona 9 ár. Nei, við kynnust fyrst þannig á laugum já, og svo 2012 2011 11 en svo svona 2017 já, við verðum vinni 2017 við höfum 10 ára afmæli á næsta ári oh my við höfum god, að halda upp að já, hvað er að gera? Ég var til Vegas, já, það ekki jú, ég til ég ég er til, já bara Verðum að uppsé gera. Eruð þið að kaupa ykkur hlutabrjöf? ég á engin hlutabréf í dag en þú? Nei, ég á einhvern svona sjóðum bara ég veit ekki, það er bara eitthvað svona ég er með, alltaf með svona mánalega já, já, eitthvað svona, eitthvað akta eða eitthvað já, ég man ekki sér hvað þetta Já, er bara ok. eitthvað svona já, það er náttúrulega bara mest rock solid dæmi allra tíma, Bitcoin já, hvað er Bitcoin núna? 70.000 ok, það er þetta alveg búið frekar steddi þar lengi ekki? Jú, en úst, þegar ég kerði mig feitt inn sko, þá var ég 125 þannig að já, nei, ég hef ekkert núna ég kefti svolítið mikið í fyrra og svo losaði ég allt í janúar já, þetta er svolítið þannig sko ég ég er alltaf að hugsa þetta desember eitthvað svona, að ég kaupi smá og svo á ég svo eftir 20 ár, já, svo er ég að fara að gera eitthvað ég bara svona, bara fólk með okkur í aðra rísa já, já, bara ég teki þetta bara já, það eru fleiri spurningar en þú veist já, hvað er með einu viðbót, átti ekki einu góða sko það er hérna það er einu til Nutty Professor ég fatt hann ekki alveg sko, en ég veit ekki alveg hvað var aftur Nutty Professor, átti ég þá það að er útskýra út að útskýra eitthvað sem að ég spurði þig ok, það er getur Nutty Professor Já. útskýrt fyrir okkur hvernig fjarlægðir eru mældar í geimnum já, ég fatt það ég fatt spurningan núna já, ég er náttúrulega ekki professor já, nei, það er mælt bara með svona sérstökum fjarlæða mælum
game fjarlæðamælum. Nei, maður myndi halda það, en Já. þetta eru í rauninni þeir eru gerðir á jörðinni. Aha. Já, og hérna það er þetta er gert sem sagt þannig að það er sem sagt hérna það er sendt hérna það er skotið upp í game Mælitæki. mælitæki sem mælir hljóð eins og hérna svona sónar og þeir mæla í rauninni Mælaði hljóð eins og sónar. já, Ok. já, þú veist að sónar er þú veist, það eru hljóðbylgjur Já. Nei, ég vissi ekki. vissir ekki? Já, þú veist það megar alveg sens að þú segir, ég hef aldrei pælt í. Já, það eru hljóðbylgjur, þannig sérðu skilur í gegn já, þannig sér í gegn sko, þannig að basically þannig Ég hef farið í sónar. hefur farið á sónar? Nei, farið í sónar. Hefur farið í sónar? Ég þurfti að fá svona mann á mér eins og. Þegiðu, Nei. af hverju? Út af því að ég var með eitthvað svona magasár. Ég var á sem Það er fucking fyndið að þú hefði farið í sónar já, last á bakinu og var ynga hald í hendina ára meðan nei, þetta er sko mörg ár síðan sko. Ég var að vinna bara í frístund og mægina var eins og var að springa. Þá var ég með eitthvað svona maga. og læknir bara sko, ég veit þetta hljómar svolítið ruglað en ég ætla að útiloka eitt náði í sónartæki Ég ætla að útiloka þig. Nei, sko, þá sett hann svona gel á mig og ég var bara, þú veist, með þessum mæginum var að springa, þú veist, þá var ég með eitthvað svona magabólgur sem er eitthvað svona undanfæri magasárs eitthvað, ok, og hann var hérna á maganum á mér bara, ok, þetta lítur nú allt í lagi út. Herri, af hverju hefur aldrei sagt mér þetta? ég var bara að muna Sælir þetta. var í sónar helgina? Nei, ég var bara að muna þetta er bara, þú veist, 2000 og ég veit ekki eins og ég veist að fara úr vinnunni sko og það, ég held bara að mæna mig að springa. Ég ætla að spyrja það út í hérna Bieber og Coachella. Já, Bibicella. Já, þú veit hvað það nett. Já, ég er ekki búin að sjá þetta. Það Nei. er skiptar skoðanir á þessu, sko. Aha, Já. ég bara sé, ég er náttúrulega líka, úst, ég er á svo ógeðslega mörgum talin, bara svona okkar kynsluðar Bieber Algjörlega. og þú veist, þannig mér finnst einhvern veginn eins og það sem ég hefur myndið að segja Það vegur mikið. Já, vegur mikið Já, í þessu skilur algjörlega. og þú veist, að fólk kannski sem er á móti þessu núna, ef þau heyra mig okkar kynsluðar Bieber Já. tjá mig um þetta, þú veist, þá get ég einhvern veginn en ég vil bara ekki einhvern veginn vera ít einhver hatri í átt að honum skilur, þú veist, við getum alveg kóksistað, Já, ég og einmitt. Justin Já, skilur. þetta þarf ekki að vera þú eða hann. Nei, Við þú veist, erum þetta er bara, báðir. við erum bara báðir Bieber skilur. Já, einmitt. Hérna, nei, já, ég er búin að sjá þetta bara TikTok og eitthvað, en Já. mér finnst það svolítið vera að halda áfram með hann að Grammy væpið, skilur, Já, bara já. eitthvað svona uncut, Nonchalant bara, eitthvað. nonchalant, þú veist, bara eitthvað á YouTube að horfa á These Nuts gæjan. Já, einmitt. Ég veit ekki hvað mér finnst um þetta. Nei, Sko, mér finnst konceptið mjög cool já, að þú veist sko, ok ég ætla ekki að fara að kenna Bieber nei, á leikinn, skilur en ég held að það hefði verið minn, sko, ef að þessi pæling hefði bara verið strúkturinn að sjóinu, já, en það hefði samt verið planað, já, þannig að hann væri, skilur í tölvunni og þú myndir sjá það sem er að gerast í tölvunni eins og hann sér það, já, hann finnur One Less Lonely Girl á YouTube, allt trillist hann setur það í gang en það er playback, já, fattur og hann er að syngja ekki bara já, yfir. þetta er meira planað. Já. Mér finnst það, Ég skil hvað þú já, Já, ég bara, ég hef náttúrulega ekki alveg horft á það sko, en mér líður bara eins og það sé svo margir eitthvað svona, he's healed himself. það er svo eitthvað svona- fucking rugglað að sjá það í kommentunum he's healing bara, Já. þú hefur aldrei hitt hennar mann Nei. á æfiðinni, hvað ert að segja? Ángríns, já, þú veist, en svo sá ég líka eitthvað að sko Coachella er búið bara eitthvað fimmfaldast í verði út að hann er að spila og Já, hann er að fá $10 milljónir Já, ég sá það. 10 Beyoncé fekk 8 milljónir milljónir, já, ég held að hann sé. $10 milljónir, hvað er það mikið? Það er 125 sinnum 10 Nei, milljónir 1,2 milljarður, eða ekki? Hvað er dollar nú? 125 eitthvað Já, það er 1,2 milljarður og 250 milljónir. Jésús, hvað er það mikið maður? Já. Guð almáttur. Ég, Pældi ég að fá fyrir 2 helga, bara 2 sjó, $10 milljónir. ég hugsi, ég myndi alveg gera það, sko. Myndirðu?
Ég er glæð, ég verðst alltaf ógeðslega stressaður. Já, ég myndi örugglega bara mæta með tölunum mína eða eitthvað. Já, já, svo það er náttúrulega líka dæmi, sko, hann hefði náttúrulega getað bara tekið þetta eins og eitthvað Super Bowl show, sko. Já. En ég veit ekki, ég sá einhver að vera að tala um eitthvað svona, hann er eitthvað svona taking the power away from the labels, Já, fully já. independent, Já, eitthvað já. að gera sitt. Bara eitthvað með tölvu og það er ekki að borga neinn stefgjöld og, já, það er svona bara eitthvað sem ég er að segja, ég veit ekkert um það, Já. en ég sá þetta eitthvað svona, Já. en hann leit vel út. Já, ég segi, ég er ekki búin að, ég vil alls ekki að hljóma eins og ég sé eitthvað heitir, sko. Ég á Nei. eftir að horfa á þetta, kannski er þetta illað. Já, En það var svona, fyrsta sem ég hugsaði er, Já. þú veist, ok, þetta er mjög cool concept, það hefði kannski Já. verið do nettara better, var að fyrst sem við hugsaði. Já, do better, Do Justin. better, please. En var það, þú veist, út af Bieber Fever sem að þú varðast óléttur þarna árið? Já, sko, ég var, þetta var allt út af stressi, út af hann var á svo slæm stað þarna. Já, þetta þegar hann var í djúpri neyslu. Já, þetta var hann búin að pissi í ykkur skúrika dollu og Já. eitthvað og ég man bara, ég fekk bara svona magabólgur, skilur, Mhm. og fór til læknis og Var þetta ekki að því þú varst að hlusta á plötur hans og varðst einhvern veginn, var, fannst einhvern svona fiðring í maðunum og hvað var bara fróðum með að hlusta á Justin Bieber plötuna og fór í hérna, varðst óléttur? já, fór í ómskoðun. Nei, hvað heitir þetta? Sónar. Sónar, já. En ég held að það sé líka ómskoðun. Já, Ómskoðun. ómskoðun. Já, það var, heyrðu, úr einni popstjórni í aðra. Björgvin Halldórsson. Já, vá maður. Hvíl í friði. Já, Okkar maður. það er okkar maður. Ég man fyrst sem ég hitt hann. Já. Þá, út að ég, þú veist, sagði alltaf við þig að, þú veist, að ég ólst ekki eins mikið uppi Björgvin og þú, til dæmis. Þú veist, og ég áttaði mikið alveg á hvað hann var mikil stjarna. Þú veist, þegar ég flutti til Íslands. Já. Og hérna, ég man ég hitt hann einhvern veginn með þér þegar þú veist að var að spila á jólatónleikum hans. Já. Og hann vissi hver ég var og mér fannst það, og ég kynnti mig fyrir honum. Já. Og hann sagði, já, ég veit alveg hver þú ert. Og ég var bara, shit. Það fyrst ekki með hittan, ég var svona, ok, þú vil hann nettur. Já. Þú veist, Ótrúlega svona nett nettur. presence. Já, einhvern svona veginn. mafjósa presence. Já, er alveg þannig, sko. Já, ég sko, þegar ég hitt hann fyrst, þá var ég að spila á, það var eitthvað svona ásatíð, einhver svona stór ásatíð í Hörpu, ég man já. ekki hvað fyrirtæki það var. Og ég mæti baksviðs í Hörpu og þetta er 2018, 19, eitthvað leis. Já. Og hérna, og já, ég mæti baksviðs og þar eru kinnarnir og eitthvað og einhver listamenn sem voru að fara á svið og eru búin á sviði. Og ég er eitthvað að spjalla og svo heyri ég bara svona út undan mér svona, þú veist, möfflað, skilur að, þú veist, eitthvað lag með Bó. Og ég eitthvað, bíddu, er Bó að spila? Og það er bara, já. Bara, hvað, þú veist, hvað er í gangi með þessi ásatíð? Og þú veist, Bó er aldrei að spila nynstaðar þar sem við erum að spila, skilur, það er bara, gerist ekki. Og ég verð bara ógeðslega stressaður að þetta er bara, þú veist, það er bara örugglega engin íslenskur söngari sem ég hlusta meira á heldur en Bó. Og einmitt, hann er svona svolítið out of reach, skilur. Þannig að hérna, en svo bara svona heyri ég bara og eitthvað, hann er greinlega búinn og ég bara verð bara, þú veist, bara vel stressaður og sit hann í baksviðsherberginu og hann lappar inn og hérna, og hann svona skannar svona herbergið, sér mig og segir, nei, er það ekki stjarnan? Aha. Já. Shit. Og ég var það eins og kúkur í stóðu bara, ég er mikill aðdáandi. Jú, þetta er ég, stjarnan. Ég er mikill aðdáandi. Já, hann var ekki að Já, og svo hérna, já, svo náttúrulega tók hann rosalega vel í þegar ég sendi hann lagið Já, þegar ekki ánur að hafa gert það. Jú, það er eitt að því, sko, ég var í hérna, smá viðtali fyrir eitthvað, hérna FG-blað Já. og það var einn spurning, hver er þú stoltastur af að, þú veist, í tónlistinni og þú veist, það er örugglega það, Já, bara að gera lag með Bó sem að nær flugi og Já. þú veist, bara að vinna með honum og það er eina af mínum helstu eftirsjám að þegar við vorum að gera lagið, þú veist, ég samdi lagið og sendi hana og hann fílaði það og hérna bara með að semja vers fyrir sig. maður gíska. Já. Vídeó. Nei, Ok. það er að ég samdi versi fyrir hann, honum fannst að gegja, við plönum tíma til að hittast í stúdíónu
nema ég er að fara að spila á Sjallanum og það er að ná flugi Já, þannig að ég rétt næ að hitta hann í stúdíóinu, kynna hann fyrir Þormóði chilla með honum í svona 10 mínútur svo þurfti ég að fara já, meinar. Úf. Ég sé mikið eftir því sko en þú veist það var ekkert svo sem ekkert annað hægt að gera ég gæti ekki beilað á Nei, gigið. ég giska á vídeo, ég man og það var alltaf eitthvað pæling. Já, að Það gera er geðveitt lag og Já. það mun líka bara lifa, skiljur, Já, og öll hans tónlist. já, blessu sér minning hans Já. Það var líka fyrsta sem ég gerði, ég náði svo mikið á því en það fyrsta sem ég gerði var að ringi því. Já, En það er alltaf svo mikill mismunur já, á, já, einmitt Nei, sko það er eiginlega bara svona best og þetta er orð sem að er eiginlega nánast búið að missa þýðingu sína en bara legend já, þú veist, það er bara hann er bara góðsögn búin að vera í þessu síðan 68 eða eitthvað já, bara hvað er það mörg ár? 50? það er meira, það er 58, 58 ár síðan 68, já, Já. 58 ár, og hvað er 2 + 2? 4, Nei, já, hann er bara einmitt, bara góðsögn, hvíl í friði já, mér fannst líka þegar sko Kristmundur setti í stóri og skrifaði popstjarna Íslands, Mhm. mér fannst að ég hafði aldrei pælt í því hvað öll þessi hinn legend er ekkit endilega popparar, eða þú veist, voru þetta svona rockarar Já. og þú veist, hann er bara popstjarna. Já, hann var kosin popstjarna Íslands 68, Aha, 18 ára gamall já, í Lögarsöll já, og bara búin með boltan á lofti síðan og algjör bara frumkvöðl í viðburðahaldi já, og bara the greatest showman skilur mhm. Já Rúf var að sína einhverja heimildamyndum hann, ég ætla að taka Já, hana núna á eftir ég sá einhvern setja í stóri, Já. ég er ekki búin að horfa á hana. En já, við erum hérna ég ætla að taka þakklætis Já, ég til ég. í boði Hagkaup og Takk appsins og ég punktaði þetta niður hjá mér og hugsaði, ég var leiðin heim og ég hugsaði ég ætla að nefna þetta í þakklætishotninu því Já. ég er þakklæt fyrir þetta það eru 9 tóbaksherbyggin í Leifsstöð þar sem að þú þarft að fara svona afsíðis og inn Og skilurðu, bönnuð. og bönnuð þannig að ég gat og þú borgar þar inni Já, þannig að ég fór með bakpoka minn Já, þú veist að meina, já, í fríhefnunni. já, í fríhefninni Eitthvað reykherbyggi. nei, á leiðinni, þetta er á leiðinni heim Já, og leiðinni út líka að þá skilur þú ferð inn kaupir nikotínið þitt já, borgar það þar felur það felur það í töskunniðinni, bakpokanum og fyrir bönnin. fyrir börnunniðinum og þú getur látið svo ekkert af í skorist Já. Sammála. Ég er líka, ég fór að hugsa, ég er mjög þakkláttur fyrir að geta farið til útlanda. Út af þú veist, þegar ég var lítill, ég fór ekkert svo oft til útlanda. nei, Og sérstaklega þegar ég átti heim í Danmörku, eða, þú veist, þá voru að fara til útlanda var að fara til Íslands. já, Það var frí, já, skilur. einmitt Síðasta skipt sem ég fór í frí á Spáni, einn skipt sem ég fór í bara svona full on frí með fjölskyldum minni var 99 til yfir 2000 áramótin á Kanari. já, Eða fattar eitthvað ég við, þú veist. Og svo þakklættur líka, það er árið svo öðruvísi núna, þú veist, fólk var ekkert að ferða svona mikið Nei. þegar við vorum lítið. nei, gaur, ég einmitt var að hugsa þetta núna þegar við erum úti ég held að eldri gaurinn minn sé búin að fara oftar til útlanda heldur en ég þegar ég á tvítur Já, það er rosalegt já. Finnst þér ekki? minnst það rosalegt. það er ekkert eðla vel gert hjá honum. Nei, en samt, í alveg, að bara maður geti einhvern veginn gert þetta, skilur, að maður hafi tök á því og það sé svona aðgengilegt. já, einmitt já, ég er bara sammála, ég er mjög þakkláttur fyrir útlönd Ertu með ferð bókaða? Nei, ég er ekki meina að fyrir bóka. Ég hugsa að ef við förum út í sumar þá förum við bara einhver helgaferð eitthvað, það er allt svo mikið að gera á sumurinn, Já. þú veist. En vonandi núna Flórida, Kannski til Flórída það var rosalega. Já, förum yfir það off air annars þökkum við bara kærlega fyrir okkur Já, uh, við erum í indislu samstarfi við Happy Hydrate, já, Dominos og Hagkaup. Hagkaup. Ég hugsa að ég stökku jafnvel hvað er klukkan já, ég ætla að ná mér í eina Dominos leiðin heim Dominios. Hljómar ekkert alveg vel. Já. Love you. Love Takk you. fyrir gjafirnar og gott að vera búin að fá þig heim. Já, ertu ekki ánægð með Jessica Drew líka? Jú, ert að grínast, þetta er greil. Peace. Það er bara þannig. Heyri, sjáumst. Love you, bye Bye bye.